Eiríkur Bergmann, þú ert í B-nefnd stjórnlagaráðs. Þið eruð að leggja fram kafla til kynningar sveitarstjórnarmál á 13. ráðsfundi sem hefst klukkan 10. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessum tillögum? Já, það miða kannski einkum að því að skýra verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga, þessi 2 stjórnsýslustig sem í landinu, og í rauninni að treysta rétt sveitarfélaga til þess að ráða sínum málum sem mest sjálf. Sveitarfélög eru í dag eiginlega á forræði ríkisins. Alþingi skammtar þeim fé með lögum til að mynda útsvarsmál og svo framvegis. En við erum í rauninni að festa í sessi nýja reglu, svokallaða nálægða reglu, sem að felur einfaldlega í sér að leysa eigi úr málum fremur í héraði heldur en á vettvangi ríkisins og framalega sem það er unnt. Hversu miklar breytingar eru þetta miðað við núverandi stjórnarskrá? Þetta eru töluverða breytingar af því leytinu til að það hefur aldrei verið kveðið á það með beinum hætti að það eigi fremur að leitast við að færa málefni til nærsamfélagsins, til fólksins, þau sem að þar eru betur fyrir komin hjá sveitarfélögum heldur en hjá ríki. En þetta eru auðvitað bara svona leiðsagnar ákvæði. Það er eftir sem áður þarf að útfæra það í lögum hvernig slíkt er gert. En við erum líka að leggja til samráðsskyldu milli ríkis og sveitarfélaga málefni sem að ekki er núna, og má segja að það sé svona verið að festa það betur í sessi að saman fari ríki og sveitarfélög með fjárstjórn í þessu landi en ekki bara ríkið. Fyrir að leggja þessa tillögu fram til kynningar, hver er svo næsti fasi varðandi þessa tillögur? Er það svo á hvaða tímapunkti eru þær orðnar stafur á bók? Það er öllum okkar málum hérna í ráðinu að þá er ekkert frágengið fyrir en allt er frágengið. Við vinnum eftir þeirri reglu að við söfnum inn í þetta ágæta áfangaskjal okkar, fyrst til kynningar og svo til staðfestingar, en því er þetta breyta hvenær sem er. En ferillinni sá að nú er þetta lagt fram til kynningar, nefndin leggur það fram og við fáum væntanlega viðbrögð frá öðrum ráðsliðum núna hvað þeim finnst og hvað þeim þætti betur kannski fyrir komið með öðrum hætti í okkar tillögum. Og svo getur almenningur og bara hver sem er haft það þetta að segja sem að menn svo kjósa, geta sent inn tillögur inn á vefinn okkar eða haft samband með öðrum hætti og við vegum það allt saman og metum áður en að tillögurnar eru síðan frágengnar, væntanlega viku liðinni sem full frágengnar tillögur þá ekki bara til kynningar heldur til afgreiðslu.